Úlfhildur Úlfsögu hér með októberleiðsögn fyrir hrút. Þetta almenn leiðsögn á við fyrir suma, aðra ekki. Það má allt til gamans kanna önnur stjörnumerki úr stjörnukortinu sínu og þá mæli ég sérstaklega með tunglmerkinu og rísandamerkinu. Þau geta verið afdrifaramikil og haft sterk áhrif. En við skulum byrja á því að athuga hvaða hrút ég er að lesa fyrir. Svona. Þessi hrútur er búin að vera upplifað kannski svolítið að fólkið í kringum hann er ekki endilega alveg þar sem það er séð. Að það séu einhverjir falskir í kringum þá. Ég er að upplifa svona pínu vantraust og efasemdir í garð einhverja í kringum þennan hrút. Og hann sé svolítið og þurfi alveg að passa sig. Þú veist að það eru einhverjir svona snákar sem eru kannski ekki, sem eru falskir og eru ekki í raun að standa með manni eins og þeir þykjast vera að gera. Eru rauninu kannski að grafa undan manni og jafnvel að baktala mann og segja níð hann við aðra í kringum hann. Og fyrir vikið er þessi hrútur svolítið að leita ráða hjá öðrum, reyna að finna sér einhverja traustverða til þess að standa með sér og endurspegla sig í. Meira það getur verið að þessi hrútur sé að leita sér ráðlegginga frá fagaðila til að aðstoða sig í gegnum þennan tíma. Þetta er allavega mjög góður svona ráðgjafi sem að viðkomandi er að leita til. Hann er að finna sér stuðning og er svona, mér finnst svona heilt yfir eins og þessi hrútur sé svolítið að gera upp á milli hverjir eru vinir og hverjir eru raunverulegi vinir. Þegar það hafa verið einhverjum svona falskir í kring og þessi hrútur er svolítið að svona átta sig á því að það er ekki allir viðlægendur vinir og er svona að gera upp og hreinsa til og það getur ofta tíðum reynst mjög erfitt og þá er mjög gott að leita sér aðstoðar til að fá skýrara mynd af hlutina. En umfram allt þá er þessi hrútur að læra að standa með sjálfu sér og vera sannur sjálfu sér. Þetta er spilið þitt hrútur, þannig að núna þarft þú að vera með mjög skýr mörk og standa með þér og hlusta á þig og hlusta á innsæðið þitt. Af því að það er svo margt sem býr í þér, þú hefur svo margt að gefa. Þannig að þegar að það hafa verið einhverjir að grafa undan þér, gera lítið úr pískra þig, misnota gáfurnar þínar og notfæra sér þig sem sjálfstæði hlut. Það kyndir alveg undir, þetta er ekki bara gremja og paranoia sem er að hrista upp heldur þetta vekur alveg upp ágætis reiði og það kyndir alveg hressilega undir þér. Og þá er áminningin sú að notfærið er kraftina þína, notfærir þessar heitu tilfinningar ekki þannig að þú springir og gerir eitthvað skandal. Heldur settu þessa orku í að standa með þér, beittinni inn á við, settu mörk og það er að gera og haldir í þennan ráðgjaf sem þú hefur og stuðningin hjá þessum sem þú treystir. Þetta er mjög ruglingslegt tímabil. Við skulum kanna hér aðeins fortíðina. Nú er hérna nútíðin og ögrun, það er alveg talsverð ögrun. Svo er ráðlegging. Og möguleg útkoma. Í fortíðinu kemur svolítið upp að þú hefur alveg þína
djöfla sem þú dregur, eins og við öll. Þú hefur alveg haft svona ákveðin munstur og hegðun sem hefur ekki alltaf virkað neitt sérlega vel fyrir þig og oft á tíðum gert bara verra. Og þetta svolítið að gera vart við sig núna, sérstaklega í aðstæðum þar sem að þér ögrað sko á svolítið nánu sviði. Þetta með sko að þú ert að uppgötva að það eru einhverjir í kringu sem ekki þar sem þeir eru séðir og eru kannski ekki góðir þér og hafa verið að misnota svolítið vináttu þína, að þá finnst mér kom svolítið sterkt inn sko að í fortíðinu hefðu viðbrögðin þín verið mjög stór, kraftmikil og svolítið afdrifamikil, hurðaskellir og lætir og vesen. Og það er eitthvað sem að þú vilt vera búin að setja fyrir aftan þig. En þú finnur alveg fyrir að það kraumar svolítið í þér. Þú ert hrútur að eðlisfari við tilfinningaríkur og ástríðufullur. Það eru mjög heitar tilfinningar, þannig að þegar þú verður reiður, þá verður þú reiður með stórum stöfum. Og það fer ekkert á milli mála. Og þá byrjar að stappa niður fótum og setur hornin undir þig og ef það gengið nógu nærri þá rýkur á stað með hornin fyrir fram að þig. Og það er bara hætt við því að þegar maður er með hornin svona fyrir fram að sig þá sér maður ekki alveg hvert maður er að fara og þá getur að gerst að einhverjir aðrir verði fyrir sem átt ekki að verða fyrir. Þú hefur brennt þig á þessu áður og þú ert að reyna að forðast að fara í þau viðbrögð aftur. En þetta sko, nú er þetta aðstæðan þínar eru, þú veist að það er þetta viðbrögð í þér og þú ert einhvers staðar að reyna að finna milliveginn og milli þess að sko hafa sko styrkinn á bakvið það, að geta sett svona skýra línu, að finna styrkinn í tilfinningahittanum en að reyna að koma honum út á miklu jafnari hátt. Þið langar til að bregðast við aðstæðum, það langar til að orða þessa hluti upphátt, þið langar til að bregðast við, taka afstöðu, setja skýr mörk, en þið langar til að gera það á fullorðslegan og diplomatískan hátt, þannig að þú sért ekki að missa þig algjörlega í einhver gömul viðbrögð. Og það er alveg leið til þess fyrir þig. Þú þarf bara að aðeins að gefa þér tíma til að hugsa og ekki bregðast við strax. Af því að ögrunin þín felst svolítið í því að þið langar svo til að bregðast bara við strax og hratt og leið. Það er alltaf svolítið þú að þegar að blossar eitthvað svona upp að þið langar alltaf til að rjúka stað, en núna þarftu að geyma það og sitja aðeins á þessu, salta þetta aðeins, meta þetta. En það breytir þig ekki að þannig þú ert fyrst og fremst að setja einhvers konar mörk og þú ert að meta hver í rauninni þín afstaða og gildi eru. Þegar eins og ég nefndi við þá eru einhverjir einstaklingar í kringu þig sem að þú ert að uppgötva að hafa kannski ekki erindi til að vera í kringu þig, í það minnst ekki á þeim forsendum sem þeir eru núna. Þannig að þetta snýst svolítið mikið að setja sér mörk og hér er verið að benda þér á að fyrst og fremst athuga hver eru þín grunngildi. Hvað finnst þér vera ásættanleg framkoma, ásættanleg hegðun, ásættanleg viðbrögð bæði í þinn garð og garð annara. Hvað ætlar þú að láta bjóða þér upp á hvernig, ekki bara gagnvart sjálfum þér heldur, hvernig fólki ætlar þú að bjóða að vera í þínu lífi. Er í lagi að eiga vin sem er almennilegur við þig en er hræðilegur við aðra. Þetta snýst svolítið um það að þú þarf svolítið að vega og meta þar hvað er ásættanlegt fyrir þig.
hvað er ásættanlegt fyrir þig til að hafa í þínu lífi og eitthvað hefur komið upp sem verður til þess að þú hefur orðið reiður og ert reiður og ert að reyna að átta þig á hvernig þú skilur við þessa reiði og í rauninni skilur við fortíðina í leiðinni. Þú veist, þetta er eitthvað sem að þú ert alveg búin að þekkja lengi og hefur verið með í kringum þig lengi og það er alveg erfitt að gera þannig breytingar að skilja við eitthvað sem maður hefur þekkt mjög lengi. Það er ráðlegging að ekki blindast of af samböndum í kringum þig, ekki blindast af einhverju hollustu við sambönd, vináttu, tengsl bara út frá að þið eru búin að þekkja viðkomandi í x mörg ár eða x lengi, þú veist, að þegar þið voruð einhvern tíðan tengd einhvers konar böndum, að ekki hanga í því að þá sérstu skyldugur til þess að vera alltaf í þessar tengingu áfram með viðkomandi. Og það er jafnframt því líka ráðlegging að treysta á þá sem að þú veist þú getur treyst. Og eins og ég er búin að ræða við, það er einhver ráðgjafi, einhver í kringu þig sem að hefur skýra sýn á hlutina. Og þú getur alveg rætt sér hluti við og fengi aðstoð þar til þess að fá skýra mynd á, þú veist, hvað það er sem að þú verulega vilt út frá þessum aðstæðum, hvað þú vilt gera. Þannig að það er hérna bæði að ekki hanga í einhver skyldurækni við sambönd sem eru ekki að þjóna þér og nýttu samböndin sem eru virkilega góð fyrir þig. Leyfðu þér að endurspegla þig í þeim sem þú treystir. Þetta verður til þess að það verður talsverð breyting í kringu þig og verður svolítið rót. Það er ekki til að óttast að þegar ef þú ert að gera þetta af þeim forsendum að þú sért að standa með sjálfu þér með skýr mörk, þannig að þú standir þétt í báða fætur, að þá þarft þú ekki að hafa neinar áhyggjur. Þá er þinn grunnur og grundvöllur mjög sterkur. Þó að það séu aðrir sem reyna að hrista til og það verði eitthvað drama og bombur í kringum annað fólk. Stattu með þér. Og ef þú stendur þétt í báða fætur þá haggar þetta ekki við þér. Við skulum fá aðeins hér auka innsýn. Ok. Aftur kemur hér að það ert að reyna að finna eitthvað svona jafnvægi í þínum viðbrögðum. Af því að þú veist að í fortíðinni hafa viðbrögðin þín oft verið kannski fullharkaleg og sennilegast hefur þó oft verið sagt við því að þú megir ekki bregðast svona sterkt við. Þú eigir ekki að hafa svona sterkar tilfinningar og þú eigir ekki að dæma svona harkalega. En hins vegar þá er alveg millivegur í því að bregðast þannig sterkt við að það verður ykkur óskundi af því. Kannski í fortíðinni hefur stundum dæmt fólk snögglega og harkalega, en aftur á móti þá er ekki þar með sagt að þú megir ekki bregðast við, að þú megir ekki hafa skoðun á öðru fólki og þú megir ekki setja þau mörk að þú hreinlega útilokir fólk sem að eiga ekkert erindi inn í líf þitt lengur. Þú mátt hafa skoðun á öðrum og þú mátt hafa tilfinningar á borð við reiði
Og þú mátt alveg dæma annað fólk út frá þínum gildum. Og ef að fólkið sem ræðir stenst ekki þínar kröfur hvernig maður á að vera, það að segja stenst ekki þín gildi að vera góður við náungan, að vera heiðarlegur, að vera traustur. Ef þetta fólk sem þú ert farin að taka eftir að svikkult, óheiðarlegt, ekki eftir því sem að þér finnst verið í lagi að vera, þá máttu hætta að vera í samskiptum við viðkomandi. Þú þarft ekki að bjóða sjálfu þér alltaf upp á það að þola nærveru ykkur sem að þér líkar ekki vel við. Það er ekki þar með sagt að þú þurfir að taka ykkur bombu og dramakast og hella þér yfir viðkomandi, en þú mátt loka á samskipti. Og þú þarft ekki að bjóða sjálfu þér alltaf upp á það að umgangast fólk sem að þér finnst óþægilegt að vera kringum. Og það, eins og ég segi, það alveg jafnvægi á milli þess að bregðast við af reiði og bregðast við af skýrum mörkum. Og það kemur aftur hér, þetta endurtekning, það hérna sama spilið, að þetta snýst allt rosalega mikið það að þú sért að setja mörk og þú sért að setja kröfur, í rauninni setja kröfur á það hvernig félagsskap þú býður sjálfu þér upp á. Þið langar ekki til að umgangast hvaða fólk sem og hvernig fólk sem þið langar ekki til að umgangast einstaklingar sem eru þannig að, ef við tökum bara þessi dæmi, einstaklingar sem eru ótraustir, óheiðarlegir, eru vondir hvern við annan, eru að misbeita aðra, þið langar ekki til að hafa það nálægt þér og þá máttu ýta þeim frá þér. Þetta eitthvað sem að verða skýrara og skýrara fyrir þér. Og þú ert að uppgötva að þetta eitthvað sem þú þarft að bera meiri virðingu fyrir hjá sjálfu þér. Og aftur kemur í ráðlegginguna að þú ert með, það haukur í þínu horni. Þú ert með traustan einstakling til að ræða þessi mál við og endurspegla því, fá feedback og fá aðstoð við, hvernig þú getur orðað hlutina, hvernig þú getur farið við að skilja í sundur, og gera skýrt að þú viljir ekki hafa ákveðna orku kringum þig. Og eins og ég sagði áðan, ef þú stendur þétt í fæturnar og stendur með þínum mörkum, þá já, það verður drama og vesen í kringum þig, en þú og þitt nánasta eru algjörlega öruggt. Af því eins og ég sagði, þetta snýst þín mörk. Þannig að ef þú heldur þeim öruggum, þá verður allt í lagi með þig og þína nánustu. Það þarf ekki að neinar áhyggjur á því. Leyfðu hinum að taka sitt ramakast fyrir utan þína nánustu búblu. Ekki hleypa því að þér. Ég fá hér einn engil fyrir líka. Það kemur hér Kérubim. Það segir líttu til stjarnanna og taktu á móti viskun sem býr þar. Og þetta snýst alltaf persónulega drauma og vilja og leyfa sér að samþykkja það. Þetta snýst alltaf þessa einlægu barnslegu skoðun líka. Hvernig börn sjá hlutina stundum svo skýrt. Þau eru með svo skýra drauma, svo skýrar langanir. Oft á tíðum með líka svo skýrt hvað rétt og hvað rangt. Og stundum þurfum við að leyfa okkur að leita svolítið í þá visku. Börn eru nefnilega oft svo skýr með það að þau segja bara hvað þau vilja. Og þau segja ef þau finnst eitthvað ekki í lagi. Og það bara mjög skýrt, mér finnst þetta vont, ég vil þetta ekki. Þú mátt það líka. Svo ætlum ég að fá eitt svona íhugunarblóm handa þér. Það kemur
fegurð. Það er svolítið heim og saman með þessari barnslægu einlægni sem ég var að tala um. Hún er mjög falleg og það er mikil fegurð í því að geta staðið með sjálfu sér og mörkunum sínum og tilfinningunum sínum. Það er mikil fegurð, mikil þroski í því. Þannig leyfðu þér að vera með þessu skýru mörk og skýru skoðanir og leyfðu þér að vera einlægur í því. Já. Þá þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin rati skýr og hrein til þeirra sem að þurfa á þeim að halda og verða að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka fyrir áheyrnina.